Hingað komin Hlín Agnarsdóttir og sem búin að skrifa bók sem heitir Blómin frá Mao. Ég ætla bara að byrja á því, Hlín, að sýna þér svolítið skemmtilegar myndir sem við grófum hérna upp. 1. maí 1974. Á þessum alþjóðlega baráttugi verkalýðsins sameinast kommúnistar og byltingarsinna verkafólk undir merkjum rauðs framvarðar. Framtíðin í fánanum flæði, framrauði herinn sem búinn flýtt. Árfötin úr, einslátt að tapa, öðru verðlestum í lausn eftir starf. Ráðum það eiga samræði flókna, áður að búið. Ja, þetta eru myndir frá 1. maí. Matthías Jóhannesson að kíkja á þetta. Kynna sér óvinn. En sko, ég dróð upp vegna þess að þú ert að skrifa þessi bók sem fjallar konu sem að kemur utan á sveit eða svona frá Akureyri og lendir í því að vera meðlimur í svona kommúnistahreyfingu eins konar eikamell, nema það ÖSP. Já, ÖSP heitir það. Og fer svo til Kína. Segðu mér nú aðeins meira frá þessu. Þetta svona tími sem að menn eru svona margir búin að gleyma og sem við vilja gleyma honum, held ég. Já, því þetta er bók sem að náttúrulega byggir á ákveðinni reynslu sem að þetta er samt ekki þetta er ekki sjálfsævisöguleg bók. Nei, ekki. Nei, þetta er skáldsaga. Já, þetta er, sko, ÖSPML, það er svona kannski dálítið leyninafn fyrir Eikamell sem að voru hin samtökin, sko, það voru til hérna KSML sem vorst að sýna okkur, sem voru kommúnistasamtökin ML og svo voru þessi samtök Eikamell stofnuð í kjölfari og það sem einkenndi þessi samtök var að þetta voru maóistar. Og það er nú kannski aðalatrið í þessu öll saman að Mao kom mjög sterkt inn í þessi samtök og þetta fjallaði aldrei mikið allt saman eða fjallaði vorulega mikið um það að eiginlega taka trúna á Mao, sko. Og ég svolítið að fjalla það í þessari bók og svona kannski á minn hátt, það er á svona skemmtinn hátt, svolítið, það er dálítið háði í þessu öllu saman, svolítið að gera gísa þessu, en þetta fjallar ekki bara stúlku sem kemur á norðan og lendir inn í þessum samtökum, þetta fjallar líka um ástir og ævintýr á þessum tímum og svo föðurleit, því hún er föðurlaus. Og inn í það kemur þá dálítið mikið þetta, sko, þessi þörf okkar fyrir það að eignast eða hafa einhvern leiðtoga og kannski sérstaklega þeir sem ekki hafa alist upp með föður eða hafa sterka föðuminn. Þannig að þessi stúlka er svolítið kannski að leita að föður sínum líka í formanninum, bæði formanni samtakana þarna og svo náttúrulega þegar hún fer síðan til Kína og hittir Mao en þá er hún líka að fara að ganga af trúnni. En þú gerir nú reynda stólpa grín að þessum samtökum í raun og veru. Þau birtast mann náttúrulega svolítið eins og svona skrítin sértrúarsöfnuður, sko. Já, þetta fyrir mér var þetta eftir á að hyggja sértrúarsöfnuður og ég ætlaði mér strax þegar ég fór út úr þessu að skrifa þetta sögu, skáldsögu, en hún hefur beðið það í 30 ár. En menn tóku þetta ofsalega hátíðlega á sínum tíma að gera verkalýðsbyltingu og sitja á svona sælufundum og algjörlega, sko, og í þessu tilviki að sameina alla kommúnista í því að gera örygga byltinguna og vinna alveg í anda, sko, Mao Zedong, sko. Það var, En svo ferðu til, sko, og svo berst bókin til Kína og það er nú ákveðin flétta í kringum það sem þarf ekkert að segja endilega frá en þú fórst svo til Kína sjálf til að svona kynna þér sögusviðið. Já, ég fór til Kína bara, sko, á þessu ári. Ég fór aldrei til Kína í gamla daga, sko. En hins vegar var það þannig að þessu fólki úr þessum samtökum, Mao-samtökunum, var boðið til Kína af kínverska alþýðulýðveldinu. Og það fóru nokkri félagar mínir, gamlir, til Kína, var boðið til Kína. Og ég læt mína sögupersónu fara til Kína og hitta Mao. En ég komst aldrei á þeim tíma, sko. Ég komst ekki til mikilla metorða í þessum samtökum. Ekki eins og þessi sögupersónu. En svo fór ég sjálf núna á þessu ári bara til þess að svona fá tilfinningu fyrir þessu landi. Og það var bara stórkostleg upplifun þó að hafi verið stuttur tími, sko.
En þá ertu sem sagt að vinna svona rannsóknir fyrir þessa bók en þú sem sagt komst ekki svo langt að hitta sjálfan Má Formála. Nei, ekki á sínum tíma. Hann náttúrulega þarna til sýnis á torgins himmelska friðar. Hann svona í sínu sílikoni, sko, hann er þarna, þú getur séð hann, farið og ég nefndi ekki að standa í biðröðin til að fara að horfa á Má, að ég held undir niður að ég hafa aldrei verið neitt svona mjög sannfærður máisti. En mér finnst Kína mjög interessant land og kínversk menning og... En þú segir að þessi bók hafi verið 30 ár á leiðinni? Nei, ekki á leiðinni kannski, en ég hugsaði með mér, þegar ég byrjaði að skrifa pínulítið fyrir 30 árum, því ég svona gekk út úr þessu öllu, en þá var maður bara alltaf nálagt þessu. Svo bara einhvern veginn dúkkaði hún upp aftur og hún búin að vera svona í biðröð á heilanum, sko. Og hún bara tróð sér að og ég byrjaði að skrifa hana á síðasta ári og síðan náttúrulega eftir þetta hrun og allt það, þá náttúrulega fór hún einhvern veginn að bara, já, þá kom einhver ný rammi utan þetta allt saman. Vegna þess að náttúrulega í nútímanum þá svo hætt við því að við gerumst trúfíbl. Þú veist að við viljum, sko, við erum öll að leita einhverjum lausnum. Og í þessu tilviki er þessi stúlka og fólkið í samtökunum að leita einhverjum leiðtoga til að trúa á og þetta þó þetta séu pólitísk samtök, þá virkar þetta eins og trúarsamtök. Og það náttúrulega eins og bara með frjálshyggjuna, auðvitað var það bara trú líka, eða það ekki? Ég meina þessi, Þannig að ég svona svolítið að fjalla það. Varið ykkur á leiðtogum? Varið ykkur á leiðtogum, já. Var ekki Bob Dylan sem söng það? Já. Hlín, takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir. Við ætlum að enda þetta á Braga Kristjánssyni.